Ég heiti Katarína Leifsdóttir, Árbæjar eða Nýjabæjarskotta. Ólafur hét bóndi bjó á Tinnárseli í Austurdal í Skagafirði. Hann var haldinn fjölkunnugur. Einu sinni var hann á ferð í Svartárdal í Húnavatnssýslu og kom að Bergsstöðum nótt og þegar hann reið hjá kirkjugarðinum varð honum litið inn í garðinn og sá hvar maður var að glíma við nýuppvakinn draug. En draugsi var rétt búinn að keyra hann undir sig þá kallar Ólafur til mannsins. Bítti í vinstra brjóstið á henni bölvaður. Ólafur reið sinn veg en sagt að maðurinn hafi notað ráð þetta og dugað, en maðurinn fekk öfundar hatur til Ólafs fyrir það hann kynni betur, að sagt hann hafi strax búið á drauginn og sent Ólafi hann. En Ólafur var viðbúinn af fjölkyngi sinni og kom draugsa ofan í hrosslegg, lét hann ofan í kistuhandraða og geymdi hann þar meðan hann lifði. En rétt fyrir dauða sinn bað hann Guðbjörgu dóttir sína að brenna leggina sér látnum, en varast að taka tappan úr. Eftir andlát karlsins tók Guðbjörg leggin upp úr kistunni og af forvitni tók hún úr tappan. Þá sá hún að fluga flaug úr honum og breyttist undir eins í kvenmannsmynd og spurði hvað hún ætti að vinna. Farðu að Nýjabæ, segir Guðbjörg, og dreftu Guðmund bónda Nikulásson. Því Jón, maður Guðbjargar, vildi hafa Guðmund af jörðinni en flytja þangað sjálfur. Draugsa fór strax að Nýjabæ og hitti Guðmund bónda, en hann gat varist draugnum. Vorið flutti hann sig burt að Krákugerði því veturinn var orðinn hálfær af aðsókn skottu. En þá fluttu þau Jón og Guðbjörg sig að Nýjabæ. Draugsa fylgdi þeim síðan og þeirri ætt og ýmist kölluð Árbæjar eða Nýjabæjarskotta. Sagt skotta hafi ráðið Jóni bana því þegar hann lá banaleguna vakti stúlka hjá honum með ljós. Eitt kveld dró úr henni allan mátt og lagði hún sig fyrir og fannst henni að svefnhöfgi fjalli á hana. Henni sýndist eða dreymdi að roðma miklum sló á ljósið og heyrðist gengið inn hjá sér og heyrðist henni soga eða korra í Jóni. Og eftir það heyrðist henni gengið fram hjá sér. Fékk hún þá máttinn aftur og hugðað karli og var hann þá örendur. Skotta fór nú að gangum sættir og drepa ýmsar skepnur og var síðan á undan einhver kom af heimili Jóns og Guðbjargar. Guðrún hét dóttir Jóns og Guðbjargar og bjó í Héraðsdal. Skotta áreitti hana. Guðrúnu var því komið í burtu að vatni, þar bjó Jón bóndi. Þá bar lítið á aðsókn skottu, en þegar hún fór heim aftur magnaðist ágangu skottu og geðveiki Guðrúnar og tók Guðrún sig af lífi síðir. Jón bóndi sá oft skottu gangum sættir meðan Guðrún var þar. Margar sögur gengu af skottu og ganga enn af hrekkjapörum hennar. Hún drepur bæði fé og stórgripi bæði á Merkigili og víðar. Stundum sést hún klifrast upp bita í baðstofum og hanga þar á nóttum. Einu sinni sást hún sitja á fjóshaug og fleygja taðköglum en bola áttu þau Jón og Guðbjörg í fjósinu. Einu sinni sóttu menn tarf að Miklabæ en rétt áður en þeir komu rak kvíga upp óttalegt baul í fjósinu og datt dauð niður. En presturinn þar var vildi synja þeim bola því hann hvað þeir hafa illa fylgju þar sem skotta væri. Eftir það að Guðmundur bóndi var kominn í burt frá Nýjabæ og að Krákugerði, reið hann einu sinni út Uppsalamýrar í rökkri. Þá vissi hann fyrri til, en það var eins og fót honum væri kippt undan hestinum og hraut Guðmundur af baki og fótbrotnaði. En þegar hann stóð upp aftur, sá hann skottu skoppa út mýrina og hverfa fyrir hæð eina. Þegar Hjálmar bóndi bjó á Nýjabæ, sumir segja bólu, kom hann einu sinni að skottu hún var að drepa sauð. Þá rak hann skottu út fyrir Tinna og hefur hún aldrei komið síðan fram fyrir hana því Hjálmar var haldinn ákvæðinn. Einu sinni sofnaði Páll fjármaður í Merkigili í fjárhúsunum þaðan miðhús heita. En þegar hann var að sofna kom skotta þar og ætlaði kirkjan, en hann vaknaði við og þá hvarf hún á brott. Skottu þannig lýst. Hún á vöxt við 12 vetra stúlku, þó hefur hún stundum sýnst sem tröll. Hún á móruðu stuttpilsi og sauðsvartri peysu. Stundum hefur hún sést á skinnpeysu eða fötum og með skúflausa skotthúfu, mórauða.